Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp hérna á R5 í Ráðhústorginu á Akureyri og það er komið að því að tala þorramatinn sem hérna og boðum svona líka gómsætur og fengið til okkar náttúrulega matreiðslu og meistara til þess að ræða þennan mat. Bara, hvað finnst fagfólki þorramat til að byrja með? Gummi, þú ert eldri. Mér finnst nú bara mikið til þorramatinn og ég er nú, kannski, ég er svolítið yktur, að ég borða þorramat allt árið, súrmat sem sé, og hefði hjá mér að borða svona kjarnmikinn morgunverð klukkan 9 á Bautanum alltaf á virkum dögum og það er alltaf hafragrautur og allavega svona 2-3 gerðir af súrmeti og slátur með og nýstekta kleinur. Nei. Þannig ég borða þorramat allt árið og bý nú vel að þessum tíma að ég passa að eiga góða tunnur alltaf eftir fyrir mig. En þorramaturinn sem slíkur er náttúrulega mjög skemmtilegur og sér íslenskur og við höfum gert þessu hærra til höfuðs í seinni tíð og Bautinn er að þjónusta þorrablót má segja all land og það er alls staðar mikil aðsókn og þetta er bara eins og Justin Bieber tónleika að fá miða á þessi þorrablót að því húsrými er víða þannig að það er takmarkað fjöldi sem kemst að og gaman frá því að segja að við erum akkurat að fara á Höfn í Hornafirði núna, við erum bara að leggja stað eftir og erum þar með þorrablót á morgun og það er biðröð þar þegar við erum byrjað að selja miðana, voru að segja mér. Þannig að þorramaturinn er ekkert á niðurleiðinni, síður en svo. Nákvæmlega. Hvernig, ef við til dæmis bara skoðum þetta, þekkið þið þessar afurðir alveg? Þetta myndum við segja væri svona typikal þorrabækki. Hérna erum við náttúrulega með súrsuð eistun sem er alltaf mjög vinsæl og borðast vel og eins og kannski þau virka nú svona og hljóma kannski ekkert aðlaðandi að þá er þetta mjög vinsæll matur og í súrmatnum borða menn langmest af eistunum. Pressu eistu, súrir pungar kallaði stundum en það er alltaf vinsælt og sviðasulta súr, hún borðast líka ágætlega og svo erum við hérna með grísasultu og lundabakkan, hann er alltaf vinsæll. Borðast minna af bringukollinum. Bringukollinu? Já, súrsaður bringukollur. Sem er bringubein í rauninni með sinni fitu og kjöti af lambinu og gríðarlega, mér finnst þetta besti bitinn af skepnunni því að fitan er svolítið öðruvísi þarna heldur en annars staðar. Þetta er svona bráðfeitara og er svona önnur nálgun í því, en þetta borðast nú ekki mikið og slátur borðast yfirleitt ekki mikið á þorrablótum en haft svona með upp á skurðið. Bara súrt samt? Já, bara súrt. Eða gjarnan súrt. Svo erum við náttúrulega með sviðasultun okkar venjulega, hún er alltaf ósköp vinsæl. Saltkjöt, hangikjöt og þessi flotti magall. Magall, hvað er magall? Magall er bara lambaslög, reykt og sölt og pressuð í álegg. En borðað þú þetta? Ég er ekki sterk í súra. Nei. En ég smakka þetta alveg, sko. Þetta er náttúrulega líka, bara íslensk verkun á mat sem við megum ekki glata. Þekking og fagmennska eiginlega sem við megum ekki glata niður. Og svo fer þetta alltaf hringi, þetta fer upp og niður. Þetta er bara eins og snið á gallabuxum, þetta kemur alltaf aftur. Þú veist, og nú er þetta í uppsveiflu og við megum alls ekki glata þessu niður. Þetta er En þú ert ekki eins og Guðmundur að fá þér súrmat á morgnana með hafragrautnum? Nei, ég er meira í kaffinu og fréttablaðinu. Já. Ég er ekki í súrmatnum. En þegar þú ferð á svona þorrablót, hvað velur þér af þessu? Ert þú ein af hangikjötinu og laufabrauðinu? Ég er í sviðasultan og rófustappa. Já. Og þrumari og smjör. Það er mjög gott. Nákvæmlega. Og fylgir þessu ekki alltaf vodki eða bjór eða eitthvað svona hjá þeim sem eru í áfenginu? Íslenskt brennivín er nú gjarnan haft og á þessum þorrablótum sem við erum að þjónusta þá er gjarnan boðið upp á það þegar fólk er að koma inn í húsin, íslenskt brennivín og hákall. Við svona til að ná upp stemmingunni í hópinn og svo náttúrulega er það borðað með kvöldi líka. Ferð þú á þorrablót? Ekki þetta árið. Jú, ég er ljúga. Ég fer í fjölskylduþorrablót. Já, þannig að þið fjölskyldan haldið? Já. Hvernig virkar það? Það bara koma allir með eiginlega það sem þið borða og
Það auðvitað smakka allir þorramat. Já. Svo bara förum við einhverja víkingaleiki og skemmtilega. Víkingaleikir með fjölskyldu. Já. Hvernig eru víkingaleikir? Ég er að fara að spyrja Það er bara þig. einhverja svona þessi eru spurningaleikir. Já. Með einhverju. Þeir eru ekki hérna, Nei, við erum ekki að skilja sko. bræður munu berjast, Já, þetta er nei, ekki það- svoleiðis inn í stofu. Svo er mjög góð leikur að kasta hákalsbita yfir borðið og menn reyna að grípa hann bara með opnum munnunum. Já, ég skal leggja það fyrir nefndinni á mér. En það eru á svona þorrablótum og í kringum þetta allt saman. Þú veist að nefna þeir eru að fara á Höfn í Hornafirði og þetta eru svo margir staðir. Hvað er gert á þorrablótum annað en að... Þessi þorrablót, sérstaklega hér á Austurlandi, eru alveg stórmerkilegar hátíðir. Því þar er gríðarlega fjölmennar nefndir og þessar nefndir eru búin að æfa allt árið. Það er sem sé valin nefnd bara á þorrablótinu fyrir næsta ár og fólki er meira og minna að undirbúa þetta allt árið. Og þarna eru leiksýningar og svöngatrið og þetta eru svo mikla skemmtanir að víða þekki ég kannski ekki persónlega til á stöðunum en ég get alltaf skemmt mér alveg konunglega að fylgjast með þessum skemmtiatriðum. Og það er mikið lagt í þau. Er þetta ekki alveg svona eitthvað sem að, já, þeir sem er ekki kannski vanir að vera á landsbyggðinni mikið þurfa bara að upplifa fara, stinga nefinn inn á þorrablót á Höfn í Hornafirði þegar maður sér oftar Laugaveginn? Jú, og það sem við vorum einmitt að ræða þetta félagarnir og það sem kannski líka svolítið hefur verið að þróast í sveitunum, að það voru svo margar skemmtanir hér áður fyrir böll, uppskeruhátíðir, jólaböll og allskynstansleikir og uppákomur. Þessum hátíðum er farið að fækka og þetta snýst oft bara þetta eina góða mikla þorrablót og lagt mikið í það og sem við segjum þetta orðið eftirsóknarvert að komast á þessar hátíðir og komast oft færri en vilja. Og gömlu dansarnir, það er ekki sett neitt Rihanna á fóninn eða neitt svoleiðis? Já, það er nú sjátt þegar líður á en það eru reynd að hafa svolítið kjarngóðar hljómsveitir til að íslenskar svona til þess að hafa stemminguna við hæfi. Áttu þér eftirminnileg þorrablót sem þú farið á? Nei, ég er alveg ótrúlega lélega að hafa farið á þorrablót sko. Já. Það er meira bara svona inn í fjölskyldan. Svo er bara, þú veist, við erum alltaf að vinna, við getum ekkert Það vill stundum koma. Við erum að gefa á garðan, hefum ekki tíma til að taka þátt og njóta. Nei. En hvað, áttu eftirminnilegt sem að vera þig? Ég hef átt mjög skemmtilegar minningar frá þorrablótum í Bárðardal sem eru náttúrulega svona alveg ekta. Þar koma menn reynda með matinn sjálfur að heiman eins og Júlía Lísa er oft líka. Og það eru gríðarlega skemmtilegar samkomur og það er náttúrulega líka verið að gera svolítið grín alltaf að sveitungunum og ég fekk helvíti mikla glósur þarna einhvern tímann á sviðinu fyrir uppátæki mín það. Úr sveitinni? Úr sveitinni, en það er alltaf mikið fjör. En ég verð, eins og Júlía myndist af með þessar hátíðustundum núna þegar þeir halda sér við 23. eða 1. laugardag í Þorra í Bróðdalnum og þá er nú gjarnan mikið að gera hjá okkur á bautanum. Nákvæmlega. Þannig ég missi nú stundum með þessu. En gleðilegan bóndadag líka, fyrst við erum að fá svona herramann hérna í setti. Já, takk fyrir það. Er hann haldir hátíðlegur? Auðvitað. Bóndadagurinn alltaf? Já. Þú er ekki náttúrulega svona afsökun eins og ég lengi þegar ég gleymi þessu að segja að þetta sé eitthvað bara fyrir bændur og eitthvað útisnúningar. Nei, það er samt oft samningar sko. Já. Getum við haldið þetta á... Laugardaginn? Nei, á sunnudag þegar ég er ekki að vinna. Já, ekki svoleiðis. Já, skilur. Það gengur alltaf við. Já, ég er búinn að fá óvanlega mikið á óskum góðan dag í dag, bóndadag. Þannig að fólk er að muna eftir þessu og mér finnst þetta skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt. Það er gert úr þessu leikskólanum og víðar tekið vel á móti pöbunum sem koma þangað. Þetta er svolítið skemmtilegt. Yndislegt. Takk fyrir að koma. Er ekki bara að grípa eitt bita og hvað er úr þessu? Það er ekki fá okkur. Júlía, þú ferð í þungana. Já, ég ætla að fara bara í maga. Ég fer í Bringukollinn, bráðfeitan. Takk fyrir komuna. Og við höldum áfram eftir augnablik og þá ætlum við að fá, ég held ég missi óhætt að segja sjávarkonunga Eyjafjarðar.